Velkomin í jólaþátt Mótorhaus. Líkt og allar góðar ferðir þá byrjar þessi á hamborgara í Akin á Akureyri. En á dögunum bauðst okkur strákunum að fara til Malaga á Spáni í þeim tilgangi að pröfa 3 nýja bíla frá Porsche. Rafmagnsblendingin Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, Porsche 718 Boxster GTS og 718 Cayman GTS. Rúsinan í pilsuendanum svo að við fáum að pröfa Porsche 718 Cayman GTS bílinn á Askar í Kappakstursbrautinni. En við byrjuðum á því að pröfa Panameruna. Sko, til þess að geta að fara á stað þá þarf þetta að kveikja á bílnum. Ok, til að... Og hann þá í gangi, ja? Já, prófa að gera bara. Skulum við fara í D-ið. Taka hann úr handbremsunni. Þarna. Og nú skulum við sjá hvort að... Við slökum okkur þá bara á rafmagninu hérna áleiðis eitthvað. Nú ætlum við semst að fara úr hybrid stillingunni yfir í sportið. Nei! Shit, þetta of mikið sko. Ég með gæsahúð. Holy Ég þorði ekki að stíga hann alveg niður sko. Ég gaf svona smá og svo bara, fuck it. Já, Ég grjótstenda hann bara. hér. Second exit. Þannig erum við með GPS-ið, þú ert komið með það fyrir fram að þér. Já. Ég var farin að keyra svo hratt og ákvað að setja það í andlitið á mig. Þannig ég væri ekkert að horfa af veginum. Nú erum við að tala 150-60 hestöfl í rafmagni og 550 hestöfl í bensíni. Samtals 680 hross. Ég ætla bara að benda þér á það, þú varst ekki með hann í full power. Nei, við vorum bara í sportstillingunni. Núna hann í full power. Það sportstilling í honum og svo Sport Plus. Og bara gákur, þú ekki örugglega tilbúinn. Ég var ekki tilbúinn. Ert að fíflast? Þetta ekki líkt neinu sem ég hef bara setið í, keyrt eða hort á. Það eru göng, ef við erum að láta heyra í honum. Biti. Það loftmynd af bílnum hérna. Af hverju? Þessi bíll var að keyra framhjá, sko. Nei, þetta of mikið. Ég fattaði þetta ekki strax. Ok, það eðlilegt að það sé kannski bakmynd en hann að búa til gervi raunveruleika hérna á skjánum með myndálunum sem eru á bílnum. Ná, þessari beygju. Samkvæmt 3D-myndin á loftmyndinni. Samkvæmt 3D-myndin á gerðum við það. Af því við erum staddir í Panamera Electric útgáfu sem þýðir að hann rafmagns og bensín að þá alveg ægileg mótorbremsa í honum og það sennilega gert til þess að hann endurnýti orkuna sem best að hann hleður inn á rafkerfið í sér með bremsunni. Það var maður að horfa á bílinn og handlit þá með fastið í rúðunni. Við erum náttúrulega í stationbíl og maður hefði kannski haldið að stationbílinn væri hugsaður í það að það væri pláss fyrir barnavagnin og alla græður. Hann samt bara 4 manna af því þetta sportbíl. Að hann smíðaður með 911 bílinn í huga í rauninni til hliðsjónar. Að það rosalega mikið sem eru pælingar úr 911 bílnum komnar í þennan. Þannig þetta faktískt kappakstursbíl sem stationar. Það betur. Hann upp í móti. Starta. Var þetta lögustöðin? Þetta of mikið, sko. Vá. Í alvörinni, hann 3,4 í 100 og heilinn í mér var bara eftir hann einhvers staðar í startinu. Ég að spá í að ná í minn, hann í stationinu, sko. Það eins gott að skottið rafmagns. Það eru náttúrulega keramik bremsur undir þessu. Við erum ekkert að taka úr neðstu hillu. Hann hjálpar mér að bremsa með rafmagn. Hann gírar sig
Bíllinn alveg sjálfskiptur og hann gírar sig niður til þess að hjálpa mér að bremsa. Ég geri faktist ekkert og hann mótorbremsar með mér til þess að taka inn hleðsluna. Þetta rosalegt, sko. Ég í alvörunni bara svona hefi bílveikur með sjálfum mér í bíl af því að bíllinn svo kraftmikill. Það sem ég mest hrifinn af varðandi Porsche fram yfir aðra bíla, að það öll þessi detail og það í rauninni öll smáatriðin sem gera Porsche að Porsche. Allir saumar og bara það að þegar þú kveikir á honum að grindurnar í miðstöðinni opnist, svo þegar þú slekkur á honum þá lokast þær aftur. Þetta bara eitthvað sem gerir eitthvað fyrir mig, sko. Hann skiptir sjálfur, setur nafið hérna af stóra skjánum yfir í litla skjáin ef það einhverjar beygjur og eitthvað drasl og þú ert ekki að fara að gefa í að þá svissar hann og svo leið þú florar hann að þá svissar hann aftur tilbaka til þess að láta þig vita snúning og hraða og stöðuna og hversu mikið út að hlaða og núna til dæmis að koma hægri beygja. Hann létti mig vita 50 metra í hægri beygju. Þetta var engin 50 metrar. Heldur það sé möguleiki Já. að gæinn á lögreglubílnum Já. sé að fylgjast með af því að það ógeðslega mikið af Porsche að keyra hratt í það? Heldur það sé eitthvað séns á því? Heldur þetta gæti tengst? Nei, ég held að þetta sé alveg ótengt því sem við erum að gera. Alveg. Kannski gefum honum smá fórskot lögreglubílnum. Já. Hann þrengdi beltið hjá mér. Nei, hvað það? Já, ég var að ljúka við að spenna mig í bílbeltið og hann svona mér leiði smá stund eins og verið að ræna mér. Magnús, sérðu útsýnið? Það segir mér að það sé eitthvað gatnakerfi hérna? Við erum semst að aka hótelleiðina ennþá. Komnir vel á veg en ekki nóg. Og það eru svo mikið af beygjum á þessari leið. Og ég veit alveg af hverju, þú veist, stelpan sendi okkur allar þessar beygjur. Af því að bíllinn, hann höndlar eins og kappakstursbíll, hann lipur eins og ballerína. Það eins og hann vikti svona tonn. Hann nær því að vera 3 en 1. Þú veist, hann svo léttur í stýrið bíllinn og hann svo kraftmikill. Allar aðgerðir eru svo mjúkar. Mér finnst svo gott hvað þetta svona beggja blands. Þetta ekki fjölskyldubíll, en þetta ekki kappakstursbíll. Þetta bæði. Þetta station 4 manna skrýmsli. Og hann ekki eins og komin upp á snúning og það bara 120 hérna á milli beygjanna og þær voru hlið við hlið. Þá erum við búin að prófa Panameruna og erum konir aftur upp á hótel og ætlum að vinda okkur í kvöldverðin. Þetta staðar. Klukkan 8 þegar við áttum að leggja af stað var ausandi rigning og okkur var frestað til 8:30 til þess að væri hægt að athuga hvort að vegurinn upp á brautina væri fær. Ekki kjöraðstæður til þess að keyra kappakstursbíl og kappaksturbraut, en við fengum þær fregnir að brautin væri á floti og veðrið væri bara að versna. Þannig við erum að bíða til 9:30 eftir því að fara í skoðunarferð kjallarann í húsinu, þar sem að bílarnir eru geymdir og við ætlum að skoða bílana inni. Ekki alveg það sem við ætluðum að gera, en ég held í alvörunni að það sé hætt að rigna.
Dagur 2, stormurinn er genginn yfir og það er hætt að rigna. Þannig nú erum við að fara á brautina. Ég get ekki beðið eftir að pröfa þennan kæman. Ég hlakka rosalega til að sjá hvernig þessi braut lítur út. Af því ég hef heyrt rosalega marga hluti þessa ágætiskappakstursbraut og það sem mér finnst merkilegast við þetta er að hún er ekki lík neinni annarri kappakstursbraut. Það eru engin auglýsingaskilti í beygjunum og það er ekkert, þetta er pínu svona eins og þetta sé einkabraut. Það er rosalega fyndinn gírun í honum, hann er ekkert að gíra sig eitthvað að óþörfu, sko. Nei. Hann retardar sig svaðalega með þessu hybrid uniti sínu. Já. Það er semst fyrir aftan mótorinn en fyrir framan gírkassan, semst á milli mótors og gírkassa er þessi hybrid búnaður þar sem hann er að nota, semst, býr til rafmagnið. Og í hvert skipti sem þú slærð af bremsar eða hvað í rauninni, hvað sem þú ert að gera, láta hann renna niður brekku og svo framvegis, að þá er hann aðeins að streitast á móti til þess að nota kraftinn til þess að búa til rafmagn og þetta gerir hann alveg stanslaust. Og í þessu Sport Plus mót að þá er hann alveg rosalega kræfur á þennan fítus til þess að búa til sem mest rafmagn á sem styðstum tíma. Af því að rafmagnið er svo krúsjál í að búa til þessa snerpu sem hann er að nota í Sport Plus. Þannig að hann er í rauninni bæði að búa til rosalega mikið kraft og eyða rosalega mikið af krafti. Þannig að mér finnst þetta rosalega skemmtilegt tvist í fjölskyldubíliðin. Nú byrjaði að hellirigna á okkur og ef ég horfi upp í fjöllin hérna þá er eiginlega bara, hún er ekkert að fara neitt rigningin. Þannig að þessi dagur gæti verið að fokka sér upp. Nú erum við komnir að tilgangi ferðarinnar. Við erum komnir alla leið á Askari kappakstursbrautina til þess að keyra Cayman Porsche, nýjan Cayman Porsche GTS og við komum til þess að gera þetta. En við erum að gera þetta. Orkan afsláttur, orkan afsláttur, orkan afsláttur. Einu tvö orðin sem þú þarft að muna. Orkan afslátturinn er lykilatriði. Þú færð Canon ljósmyndavörurnar í Petromyndum. Petromyndir, Skipagötu 16, Akureyri. Motul, gæðaolíur og Porsche. Motul framleiðir olíur sem eru sérhæfðar og vottaðar frá Porsche. Eðalbílar þjónusta Porsche bíla með Motul. Komdu við á Akinn fyrir svanga mótorhausa. Óskum landsmönnum gleði og velfarnaðar yfir hátíðarnar og farsældar á nýju ári. Bílabúð Benna. Við erum komnir á Askari kappakstursbrautina og þetta er staðan. Ekki eins og best verður á kosið, en svona er þetta bara. Strákarnir voru að segja okkur áðan að við erum heppnasti hópurinn. Þetta er eini hópurinn sem er búið að rigna á. Okkur til mikillar gleði. Og brautin er geðvik. Þetta er geggjuð braut, þetta er geggjað landsvæði, en við stjórnum ekki veðrinu og það er bara úrhellisrigning. Þetta er enda drullu töff. Já, þetta er það sko. Við inn í. En það er ekki hægt að segja annað heldur en að svekkjalsið sé gríðarlega. En það sem ég fíla við nýjan GTS, það er svo margt sem gefur til kynna að sé að ræða sportbíl. Þetta er náttúrulega... Það er allt sem sportbíl þarf að hafa. Já. Það er í þessum bíl. Já.
Alcantara stýrið sem ég held þetta um. Það kemur standard. Það er ekki aukabúnaður. Það er standard í öllum bílunum. Og það sem er aukabúnaður í þessum GTS, þessari típu sem við sitjum í, það er náttúrulega fyrst og fremst bremsurnar. Það eru 6 stimpla bremsur sem eru töluvert mikið stærri heldur en þessar sem koma standard. Já. Og það sem mér finnst skemmtilegt við þetta er að Porsche auðkennir það. Þeir sýna það rosalega greinilega hver keypti hvaða aukapakka. Það er ekki bara stærðin á bremsunum, heldur lita er það alveg sérstaklega. Það eru rauðar venjulega bremsur, skilurðu, eins og er á sportbíl, en svo eru gular. Og gulu bremsurnar eru bara 2-falt stærri en hinnar, fyrir 2-falt meiri átök. Tiplaði nú svona þokkalega á gjöfina. Og hlustaðu. Ég get að opna fyrir pústið. Það er sko... Það er takki til þess að opna fyrir pústið. Það er sound, on og off. Já, þetta er ekki þannig að þú þarf að fara að vesta eða þú láta 3 tómmu rörið undir. Nei. Það er bara Það er bara takki. takki og opnar. Og þá er það bara fullt rör. Ég vil fá meira kapastushljóð. Já, og það er bara fullt rör. Heyrðu soundið ná? Já, Já. þetta er á mikið, sko. Oh my god! Nema hvað, að í aukapakkanum sem að gerir þennan sportbíl að ennþá meiri sportbíl, svo þú sért ekki í neinum vala. Rauð belti. Já, rauðu beltið, sko. Ef það er eitthvað sem auðkennir sportbíl, þá er það rauð belti. Já. Pústið er í miðjunni. Og ég fíla það svolítið að menn eru búin að gera sig grein fyrir að króm er svolítið úti og svart er svolítið inni. Já. Þannig að þegar menn byggur til lúkið á þennan bíl, það er ekki 2 krómstútar í miðjunni. Pústið er matt svart. Það er smá rigning. Það er smá rigning. En við erum að tala um það að ég sé ekki út framrúðuna. Toppurinn á ísjakanum á þessum sport aukahlutapakka sem gerir bílinn að sportbílnum sem hann eru rauðir saumar í mælaborðinu, rauðir saumar í hurðarspjöldum, rauðir saumar í sætum, það eru rauðir saumar í öllu. Það er svo ógeðslega töff. Það er svo mikil details, það er niður eftir öllum millistokknum og það er Alcantara á millistokknum og þetta er geðveikt. Ekki nóg með það, heldur er rauður saumur í golfmottunni. Og punkturinn yfir í þessu er mælirinn. Er hérna ekki búin að vera að segja hvort þið erum að fara? Jú, það kemur hérna upp í hægra mig. Það er snar hætt að rigna. Það er snarhætt að rigna. Af því að við fórum. Að við fórum af brautinni. Við gáðumst upp að bíða, vildum prófa allavega boxsterinn. Ég er að fara að snúa við. Er það samt? Nei. Nei. Veistu hvað gerist núna? Sport. Þetta var sportið og þetta er Sport Plus. Nei. Oh my god! Hljóðið! Veistu, allt í einu fann ég bara hvað við erum í staddir í miklu sportbíl. Ég er ekki að fara af þessu vegi hérna. Það er ósennilegt. Ó, hvað er flott hljóð í honum með þér. Ha? Sko, hann er ekkert að gíra sig niður heldur. Hann bara, ef ég slæja af þá er hann bara aaaaaah. Þetta er beyond. Þetta er kappakstursbíl. Og þeir eru rosalega ánægðir með hann. Hann er að taka betri tíma heldur en undanfarinn á Nürburgring-brautinni. Þrátt fyrir að hann er með 2 færri sílindra. Við erum í 4 sílindra bíl. Típan á undan var 6 sílindra. Og hann er samt kraftmeiri þessi sem við sitjum í. Hann er að blása 1,3 bar á meðan eldri bílinn var að blása 1,1. Þannig að þetta er tölvöld mikill blástur, sko. Skemmtilegast í þessu er þetta með túrbínuna að hún er alltaf klár. Að hann heldur henni á stanslausu bústi. Blessaður. Blessaður kall. Vantaði þeir geta losnað við toppinn. Og hann er svo umhverfisvænn að ef þú stoppar og rekur í park, þá drepur hann á sér. Skal við langar að prófa núna? Núna langar við að prófa að opna bústið. Ó. Það heyrist vel í því núna.
Wait for it. Þetta er geðveikt. Þetta er, sko í alvörunni, Þetta er reyndar truflað, þetta er ekki sportbíl, þetta er kappastursbíl. Allur aukabúnaðurinn, sverari bremsurnar, rauð belti, rauði saumar í öllu, Alcantara í öllu inn í 4 sekúndur í 100. Nýtt chassis, vélinn í miðjunni, 2,5 lítra turbovél sem var, sko, það er alltaf boost, það er alltaf klárt. Við erum að tala um alvöru kappastursbíl. Hann er svo kvikur, hann er svo léttur. Rauðir mælar. Hver þarf braut? Hver þarf braut? Brautin er hér. Hann vinnur alveg fínt þessi bíl. Það vinnur mjög fínt. Og leið þú gerir eitthvað, þú setur fótinn á bremsuna og gírar hann sér niður. Ef þú setur fótinn á bensíngjöfuna og gírar hann sér niður og heldur sér á snúning. Þetta er alveg truflað, sko. Karbonfíberstólar og, sko, karbonfíber körfustólar. Já, heilkörfur. Heilkörfur. Það er ekkert verið, þú ert ekkert að halla aftur bakinu í þessu. Nei, Það það er er ekki eitthvað við. minna en það. Og svo, þú opnar pústið meira til þess að heyri í honum röddina og það. Mér finnst rosalega skemmtilegt líka þetta velkomið til 2017 dæmi. Að bara með að svissa einum takk í stýrinu, hann er búinn að drepa niður öll læti, allan háa, allt. Það er bara, hann stýrir einum takka og hann er bara normal. Hann er bara að hegða sér eins og venjulegu bíll. Mýkir upp fjörurina, hann er bara orðinn svona langferðabíll. Þú getur bara keyrt hennan hvert á land sem er. Maður skilur alveg af hverju þeir ætlu að láta okkur pröfa þetta á braut, af því þetta er brautar kappastursbíl. Hann á heima þar. Hann á heima þar. Hann á Hann heima nýtur sín best á kappastursbraut. Í alvörunni, ég er bara að strjúka Alcantara stýrinu Já. í beigunum. Það er pínu svekk að þetta sé eini dagurinn sem ringdi, að það sé dagurinn sem við áttum að pröfa Cayman-bílinn. Og rigningin var náttúrulega ekkert að, þú veist, lyklatóra. Nei, rigningin, það rignir bara einu sinni hér í sumar, eða þú veist, í vetur. Og það dugar bara 364 daga ársins. það er Með bara- turbo. Sem segir okkur bara það. Shit, hvað þetta er kraftmikið, maður. Heyrirðu hljóð? Já, ég heyri nefnilega hljóðin, sko. Einstaklega skemmtilegu bíl. Einstaklega skemmtilegt útsýni. Þetta er með því betra. Þá er þessu Porsche-ævintýri hjá okkur lokið hérna á Malaga á Spáni. Við höfum mjög gaman að, bæði Panamerunni og Bókstöllum. Ríkala skemmtilegi bílar. Við óskum ykkur bara gleðilegra jóla og við sjáumst á nýju ári.